Kærar þakkir fyrir að bjóða mér að koma, mér þykir verulega vænt það og gaman að fá þetta tækifæri til að tala við ykkur öll nokkuð sem stendur hjarta mínu nær, því þó ég sé embættismaður þá ég nú kannski líka manneskja. Og þar byrjar sagan okkar, því að ég var lengi í útlegð í Bandaríkjunum og var að leita mér að tilefni til að koma heim, þar sem ég var í góðri stöðu þar. Og ég pínulítið veik fyrir áskorunum. Bræður mínir geta sagt ykkur það. Og ég sá þarna tækifæri sem var ógurlega spennandi því að Ísland ætlaði að fara að gera svolítið sem að aðrar þjóðir voru ekki farnar að gera í neinum almennlegum mæli. Og það var árið 2007 að Íslendingar ætlaði að ráða sálfræðinginn á heilsugæslurnar. Þetta fannst mér alveg hreint frábær hugmynd og var líka í takt við það sem ég hafði lært í mínu pre-doc-námi og post-doc-námi. Þannig að ég kom heim ólétt, tilbúin í slaginn og hóf störf. Og þar biðu okkar ofboðslega stór verkefni því þetta hafði svo sem ekki verið tíðkast í heilsugæslunni áður nema í litlum mæli. Og hvar byrjar maður þá? Maður byrjar á því að skoða hvað þarf sá sem við veitum þjónustu á að halda. Hverjar eru þarfir þeirra sem ætla að koma til okkar? Hvernig getum við mætt þeim þörfum? Hvað eru þau úrræði sem að vísindin eru búin að sýna fram á að virki? Þannig að við fórum í heilmikla undirbúningsvinnu í heilsugæslunni og fundum út úr því að sjálfsögðu var það nær þjónusta sem að þjónustuþegar vildu fá og þeir vildu fá að það væri tekið á geðheilbrigðismálum í heilsugæslunni eins og hverju öðru vandamáli enda væri höfuðið fast á líkamann og þetta allt sami pakkinn. Þannig að geta komið inn á heilsugæslustöð út af verki olnboga eða vanlíðan ætti að vera alveg jafn auðvelt. Þannig við reyndum að gera það, en það var líka annað sem að þjónustuþegar vildu og rannsóknir sýndu að virkuðu og það var teymisvinna, að vinna saman. Ég kom úr þannig umhverfi í Bandaríkjunum að teymisvinna var alltaf kennd og maður hafði unnið í alls konar teymum með alls konar strúktúra en alltaf sama funksjónin að það notandinn og þarfir hans að leiðarljósi. Þannig að við hófum mikla vinnu við að smíða teymi. Og þá voru náttúrulega einhverjar hindranir í því, en það tókst og nú svo komið að þessi nálgun notið á heilsugæslunni á landsvísu. Þessi gagnreynda nálgun, notandan alltaf í fókus og hvernig teymið getur hjálpað notendanum og fyrir utan það að grípa inn fyrr. Það voru til dæmis komið ljósa að í sumum tilfellum þurfti lítil teymi til að hjálpa skjólstæðingunum, í öðrum tilfellum þurfti fleiri að koma að. Því að til dæmis ef við værum hérna saman að vinna fyrir sömu manneskjuna þá hefur þú eitt púsl af myndinni og þú annað og þú kannski þriðja púsli og ég eitt og saman sikkur lagi segja púslinn óskuplítið en þegar maður sest saman á borði og vinnur saman sem teymi og ræðir málin þá kannski sér maður allt aðra mynd og því auðveldara fyrir okkur að finna lausnir fyrir fólk. Og það eru teymi núna starfandi víða land og í öllum heilsugæslum höfuðborgarsvæðisins þar sem saman að borði koma heilsugæslan, barna- og unglingageðdeild Landspítalans, félagsþjónustan, skólaþjónustan, barnavernd saman til að leysa mál sem verði ekki leyst öðruvísi. Þetta gerir okkur kleift að grípa inn fyrr áður vandinn verður miklu verri. Og þetta ansi hreint spennandi. Bugli til dæmis að vinna með teymum út á landi, svo Selfossi og Akureyri og Vestmannaeyjum einmitt á þennan máta. Það gerast núna í dag. Það nefnilega, ég sá það fljótt eftir ég kom heim, að það var allt fullt af gráum svæðum. Börn voru ekki að fá þjónustu, þú voru að detta inn á milli kerfa. Í sumum tilfellum voru börnin svona pingpongboltar á milli ríkis og sveitafélaga og kerfa þar inn á milli. Og þetta var eitthvað sem við reyndum að laga með þessari teymisvinnu. Og annað sem mikilvægt að hafa í huga að þessi hugsun að nota aðferðir sem búið að sýna fram á virki. Sjáu þið hérna, þetta reynda lítur tölvöld betur út en þetta leit út daginn. Hérna brunasár, ég fekk þetta í sveitinni, ég rak mig í kaminuna og það leit frekar illa út þarna þegar þetta gerist. Nú lítur það vel út, en það vegna þess að ég notaði ekki einhverja eldgamlar aðferðir til að laga þetta brunasár. Heldur fór ég til hjúkrunarfræðings og fekk bestu leiðina til að laga það, enda lítur það tölvöld vel út, þótt að þessi stutt síðan þetta gerðist. Og það eitthvað sem að ég sem
notandi heilbrigðiskerfisins á rétt á. Ég á rétt á að fá litlar umbúðir í staðinn fyrir gifs. Þó að einhverjum finnist ótrúlega gaman að nota gifs og búið til gifs og ég fari til þeirra, þá sá heilbrigðisstarfsmaður meðvitaður það að veita mér réttu meðferðina. Þá meðferð sem virka, því að ég efast að gifs myndi virka á svona brunasár. Og það þessi hugsun sem ráðherra var að tala áðan, að geðheilbrigðismálin eru ekki síður heilbrigðismál og þau á að þjónusta af sömu virðingu og með sömu þessu réttu aðferðum sem við höfum, sem vísindin hafa sýnt fram á. Þó mér finnst ótrúlega gaman að setja gifs á fólk, þá það kannski ekki rétta leiðin við þeim vandamál sem þau standa frammi fyrir. Og þá á ég ekki að gera það, því að siðareglur hreinlega banna mér það og lögin landinu. En nú ég aðeins farin að skemmta mér á mikið hérna. Það sem ég ætlaði að segja að síðan ég kom til landsins fyrir 11, næstum 12 árum, þá hafa orðið miklar framfarir og maður fann það bara í klínikinni hvernig það með þessi nálgun með heilsugæsluna að geta komið þarna, þetta dró úr fordómum og fólk áttaði sig á því að fara til sálfræðings sem þurfti ekki að vera lasin til þess. Það var jafnvel, það hefur verið að lyfta upp þessu hugmynd geðheilbrigði, að maður væri bara að leysa einhver verkefni til þess að láta sér, hjálpa sér að ganga betur í lífinu, maður þyrfti ekki vera veikur. Og það líka þessi samvinna og gæði þjónustunnar og aðgengi þjónustu hefur aukist þennan rúma áratug og þessi áhersla á forvarnir og mannréttindi, þetta allt gott, það margt gott að gerast, það má ekki gleyma því. Og upp úr þessum jarðvegi kemur einmitt þessi stefna. Og þessi stefna bara dálítið merkileg. Því að eins og ráðherra talaði áðan, við vorum á ráðherrafundi, hún og ég, í London og þegar við vorum að ræða við hina ráðherrana og embættismennina, þá litu þau löngunar augum á það sem við höfum. Hafið þið stefnu og aðgerðaáætlun í geðheilbrigðismálum og líka lýðheilsu stefnu og vímuvarnastefnu, en merkilegt og sjálfsvígsaðgerðir. Og þau spurðu, hafið þetta á ensku, getið þið miðlað? Þannig að löndin að vinna saman líka og við erum að reyna að læra af hvert öðru. Og það mjög mikilvægt. Þið heyrið að það komið svona tema hérna, samvinna, það ekki? Það svolítið það sem ég að fara í, sko. En þannig að við ætlum núna að skoða þessa stefnu aðgerðaáætlun í geðheilbrigðismálum. Þarna eru takarnir. Og bíða aðeins. Og hún afskaplega mikilvæg og ráðuneytið ber mikla virðingu fyrir þessu plaggi. Þetta svolítið tímamóta skref sem stigið hér. Og þegar svona stefna og aðgerðaáætlun kemur til ráðuneytisins þá ljóst að sumir hlutir ganga hratt og aðrir síður hratt. Sumir hlutir ganga hreinlega hægt. Því alveg eins og öllu öðru, alveg eins og þegar vorum að innleiða teymisvinnu í heilsugæslunni, þá rekst maður á hindranir. Og okkur þykir miður að við höfum ekki getað ýtt öllu jafn hratt og jafn örugglega úr vör. Engu að síður viljum við leggja gríðarlega áherslu á það að við stöndum bak við þessa stefnu af heilum hug. Við viljum, við skulum og við ætlum að standa við þessa stefnu. Og þetta tekur tíma, en það verið að vinna á öllum, eins og þið sjáið, á öllum stigum stefnunar. Sumt get ég sagt frá opinberlega, en öðru ekki. En við skulum vinda okkur í þessa spennandi stefnu og þið þekkja hana líklega öll, það ekki? Allavega kannist eitthvað við hana og hún skiptist í 3 kafla, fyrst þjónustu og svo geðrækt og forvarnir og svo mismunun og fordóma. Og við ætlum að byrja á þjónustukaflanum. Ráðherra var búinn að tala þessa aðgerð og það hefur aðeins staðið á þessari aðgerð en það margt annað sem búið að styðja við hana og kannski ég taki fram að hérna erum við með eina aðgerðaáætlun og hún með þessa 3 kafla. Hún stendur ekkert ein, hún ekki í neinu tómarúmi. Það fullt af öðrum aðgerðum sem að koma inn bæði frá ráðuneytinu og ráðuneytunum því að í mínu starfi ég í starfshópum í held ég nánast öllu stjórnarráðinu. Það sem að stjórnarráðið að vinna saman að geðheilbrigðismálum því að það í raunveruleg vitundavakning að þetta á við alla þætti mannlegs lífs og allir verða að vinna saman. Þannig að innan skamms verður skipað þessi starfshópur til að undirbúa þessar nauðsynlegu lagabreytingar og það ansið spennandi því þessi aðgerð, talandi gráu svæðin og pingpongboltana sem ég var að tala áðan, þetta algjör grundvallar aðgerð til þess að við getum stigið þetta skref sem þarf til framtíðar
að bæta geðheilbrigðisþjónustuna og passa að fólk detti ekki inn í þessi gráu svæði og þessar holur. Og þegar maður ræðir við aðrar þjóðir einmitt þetta, þá kannast allir við þetta. Ég var á norrænum fundi núna í haust og þar sem þetta var mikið rætt. Og hvernig eru þið að leysa þetta í Svíþjóð? Já, svona, já, en ykkar kerfi aðeins öðruvísi en okkar en í Danmörku. Hvernig hafið þið farið að þessu? Og við stöndum náttúrulega með mismunandi lönd og stöndum misjafnlega vel að því að reyna að laga þetta, en allir gera sér grein fyrir að þetta eitthvað sem verður að laga. Og það munum við gera, því við ætlum okkur að. Þetta önnur aðgerð þjónustu í nærumhverfi sem afskaplega gaman að segja frá og hún fjallar geðheilsuteymi og eins og ráðherra minntist á þá verið að opna nýjasta geðheilsuteymið í höfuðborginni fyrir vesturhluta höfuðborgarinnar núna á eftir kl. 3. Og fyrir annað teymi í austri og svo fyrirhugað að stofna suðurteymi. Ég hef svolítið fylgst með þessum teymum á landsvísu því að samkvæmt áætluninni eiga að vera komin geðheilsuteymi fyrir árið 2020 í öll heilbrigðisumdæmi. En takið eftir að teymin eiga að taka mið af þjónustuþörfinni og hvaða sem þarf á hverjum stað. Því ef þið skoða þetta og hugsa þess það, teymi sem að þjónar miðborg höfuðborgarinnar þarf að takast á við hluti sem töluvert öðruvísi en kannski teymi sem á Vestfjörðum. Það bæði íbúasamsetningin öðruvísi og vandamálin öðruvísi og svo má ekki gleyma því til dæmis á Vestfjörðum landafræðin töluvert öðruvísi heldur en í 101. Það eru áskoranir þar sem geta verið gríðarlega erfiðar og sömuleiðis á Austfjörðum og í öllum landshlutum, til dæmis eins og veðrið og þessar vegalengdir sem þarf að leysa. Þannig að það má ekki bera teymin, þau eiga ekki að vera nákvæmlega eins. Árangur teymis byggist ekki á strúktúr heldur funksjón. Það að skila árangri? Það að mæta þörfunum sem það á að mæta? Þannig að þau líta kannski mismunandi út þessi teymi en þau eru öll að vinna sama markmiðin. Og þau eru líka í þróun. Og það annars svona spennandi vinkil. Því að eins og Suðurnesjum höfum við tekið eftir því að íbúasamsetningin hefur breyst hratt og mikið á undanförnum árum sem þýðir það að þessi teymi sem voru til staðar og eru til staðar og þau eru frekar gömul teymi og vel fungerandi, þau þurfa að takast á við nýjar áskoranir. Þannig ef við höldum í sama strúktúrin, það sem skiptir máli? Nei, það akkúrat funksjónin. Þannig að þetta afskaplega spennandi verkefni og ég hlakka til að fylgjast betur með þessu. Margt sem verið að gera og grúska þar. Svo það þessi aðgerð sem ég hef svona blendnar tilfinningar gagnvart sem merkilegt þar sem ég fyrrverandi sálfræðingur í heilsugæslu. Það markmið í þessari aðgerð því að ég að reyna að rýna til gagns. Það ekki alveg nógu vel samansett. Við erum að fylgja þessari áætlun og henni verður náð en við vitum það og það reynslan okkar að þetta eru lágmarks aðgerðir. Betur má duga skal. Og það því ég spyr heilbrigðisumdæmin hvernig í gangi og fæ upplýsingar frá þeim, þá tala allir að það óbóðslega ánægja bæði hjá fagfólki og líka hjá fólkinu á þjónustusvæðinu, að séu sálfræðingar og það verið að nota sálfræðingarna á ýmsan spennandi máta að leysa alls konar verkefni og þessi teymisvinna frábær, en það gríðarleg þörf fyrir sálfræðingarna. Og það allir vilja standa voða vel að þessu, en þetta bara ekki nóg. Þannig að við uppfyllum þetta atriði í aðgerðaáætluninni en við vitum það að það þarf meira. Og svo það líka aftur, svo við tökum höfuðborgarsvæðið versus landsbyggðin að það kannski ekkert mál að manna sálfræðingastöður hér á höfuðborgarsvæðinu. En til dæmis á Austfjörðum eða Vestfjörðum eða Vesturlandi, Norðurlandi, annar staðar, Suðurlandi, þar hefur reynst erfiðara að manna þessar stöður út af akkúrat landsháttum og þessu hvernig á að ferðast og svoleiðis. Þannig að það líka einhver hindrun sem við þurfum að takast á við. En vitið hvað, svoleiðis áskoranir eru bara tækifæri til að finna spennandi lausnir og það munum við gera. Því við erum Íslendingar, hvað segjum við? Ég var alveg fyrir sjokki því ég kom frá útlöndum og allir svo þetta reddast og ég bara, reddast hvernig? Hvernig ætla að redda þessu? Og sumt reddast, en sumt reddast ekki. En það sem ég tek út úr þessu að við erum lausnamiðuð þjóð. Við erum í þessu erfiða landi og hvað gerum við? Bugust við.
Nei, við finnum bara lausnir. Þetta reddast. En ég ekki að segja þetta reddast, við verðum náttúrulega skipuleggja hlutina líka. Það verðum að vera almennileg. En þetta tækifærið fyrir okkur að læra. Hérna eru nokkur verkefni sem snúa að fræðslu geðheilbrigðismál og þetta eru góð verkefni og hérna er svona tæknileg áskorun og svona kerfisbundin áskorun og við erum að skoða hvernig þessu best verður fyrir komið. Og það er núna nýtt apparat sem heitir Þróunarmiðstöð heilsugæslunnar sem á að sinna heilsugæsluna á landsvísu. Og þetta á að vera svona þekkingarmiðlun, þetta á að vera svona fjársjóðskista af þekkingu. Og það er kjörinn staður til þess að miðla þekkingu út af allar heilsugæslustöðunar, bæði til þess að tryggja gæði þjónustunnar og allir fái sambærilega þjónustu og öryggi þjónustunnar. Og þarna höfum við tækifæri til að setja þessi verkefni og önnur eins, því það eru önnur verkefni í vinnslu og miðla allt land og auka þannig aðgengi allra að gagnreyndri þjónustu. En þróunarmiðstöðin er bara glæný, þannig að við erum ekki, þetta er í startholunum hjá okkur. Við erum búin að bíða það. Já, ég ætla ekkert að leyfa ykkur sjá glærur. Þarf það? Bíddu, ég skal bara reyna að laga það. Nei. Þið fáið enga glærur greinilega. Vantar ykkur voðalega mikið glærur? Já, ég er alveg búin að íta alveg oft á takkan. Sjá, núna ger ég aftur. Ekkert gerist. Herri, ég kann ekki að laga þetta, en við séum sver. Er það ekki? Heyr, þetta reddast. Ætlið þið þá að vera þolinmóð við mig og leyfa mig bara að tala við ykkur. Ég er líka svo miklu betri í því að tala við fólk heldur en að lesa glærum. En það ekki bara? Nei, ég bara sé þetta hér. Vilt þú eitthvað leika að þessu meðan ég tala við þig? Já. Ég ætla að tala. Svo er það 7. aðgerðin og það var það barna- og unglingageðdeildin og þar hafa verið áskoranir eins og þið vituðum, eins og með húsnæðisvanda og mygluna og svoleiðis. En það er búið að veita fyrir þessa aðgerð og við fylgjumst vel með stöðumál. Heyrið í mér? Já. Það er þessi hérna. Nei, það er bara þetta. Getur það? Nei, það kemur ekki upp. Á ég vera nær mikrofón? Á ég vera alveg svona? Ég skal vera alveg svona. Hérna, ég var að tala um buglið. Það er nú alveg búin að gleyma hvað ég ætla að segja. Já, það voru áskoranir með húsnæðið og myglu og það voru biðlistar og það er búið að veita fyrir þessa aðgerð og við fylgjumst vel með. Við vorum að funda bara daginn stöðubugl. Þannig að við erum með puttan á púlsinu varðandi það. Nú er komin einhver allt annan stað. Þetta er æsi spennandi, vitið. Hérna kemur upp, nú get ég alveg talað á þess að horfa á glærni, því nú kemur einn á uppáhaldspörtunum mínum af þessari aðgerðaáætlun. Sem ég var alveg ótrúlega spennt. Ég byrjaði hjá ráðuneytinu fyrir tæpum 2 árum og ætlaði að sigra heiminn, sko. Og eitt af því sem ég hafði mikinn áhuga á var einmitt fjargeðheilbrigðisþjónusta. Og í aðgerðaáætluninni er talað fjargeðheilbrigðisþjónustu, en það tala svolítið hana eins og hún sé einhvern veginn öðruvísi heldur en fjarheilbrigðisþjónusta og mér fannst það skrítið. Mér fannst það svolítið að ala á fordómum. Þannig að við settum þessa aðgerð inn í fjarheilbrigðishópinn sem eitt af megin verkefnum og það er hann setti þetta í forgang og það er verið að hrinda í framkvæmd tillögum starfshópsins því það er náttúrulega sömu hlutir sem er að vinna í fjarheilbrigðisþjónustu og fjargeðheilbrigðisþjónustu, ekki satt. Það þarf að vera öryggi upplýsingana og tækjakosturinn og fara eftir lög og reglum og svoleiðis. Það er ekkert öðruvísi og af hverju þá að taka geðheilbrigðismálin eitthvað út úr eins og það sé ekki partur af heilsunni. Þannig að það er komnar tillögur verið að vinna þeim. Það er líka nokkuð tilraunaverkefni og embætti landlæknis er að leggja lokahönd á leiðbeiningar því að okkar lagaumhverfi var ekki alveg eins og til dæmis í Danmörku sem gerði þeim kleift að fara mjög hratt inn í þessa þróun sem var mjög spennandi og mér langaði svoleiðis að stökkva inn í það en lagaumhverfi okkar er svona, það verið að vinna með það. Og aftur leitum við til félaga okkar í Norðurlöndunum því það er samnorrænt verkefni í fjarvelferðarþjónustu. Ekki bara heilbrigðisþjónustu, heldur ferðarþjónustu. Og þar er verið þetta að vinna svolítið að hvernig getum við gert þetta saman, látið þetta virka okkur, hvernig hafið þið gert þetta, leistu þetta og svona, já frábært við getum notað það og því að við erum öll að rekast á hindranir. Og þetta er mjög spennandi verkefni.
En það frá, það 2 ára verkefni frá 2018 til 2020. Ég ætla bara að tala hérna, ég man ekki hvað aðgerð næst, en ég ætla bara að tala eina aðgerð sem ég veit að koma. Það hérna búsettumálin, fráflæðisvandi Landspítalans. Þar hittist Reykjavíkurborg og Landspítalinn, hérna, þau sjá allt sem það gera núna, reglulega til að reyna að finna lausnir á búsettumálu þeirra sem hérna, já, býtur ekki fara alveg strax. Sko, sjá hvort þetta virkar. Já, sko. Hérna var ég, já, húsnæðismál. Nei, sko, nei, enga vitleysu. Þá tekur þetta líka svo langan tíma. Það verið að vinna þessu og hérna við fundum með þessum aðilum daginn og það allir að vilja gerðir að finna lausnir og það verið að smíða lausnir. Og núna nýlega veitti heilbrigðisráðherra rekstrarheimild fyrir 10 geðhjúkrunarrýmum, þetta langt orð, geðhjúkrunarrýmum hjá Mörkinni og önnur 3 á Akureyri. Þannig að við erum að skoða og þetta líka eitthvað sem við þurfum að huga betur að í framtíðinni því að fólk eldist, líka fólk sem glímir við geðraskanir. Þannig þetta eitt af verkefnum okkar til að skoða ennþá betur. En nú ætla ég að segja ykkur sögu. Einu sinni, þá var ég lítil stelpa sem bjó í Eyðimörk. Og ég hljóp þar og það fannst það agalega gaman og svo var bara einn daginn ákveðið að flytja til Íslands. Og þá þurfti ég að læra óbúslega margt nýtt eins og til dæmis að vera í fötum og mér fannst ég bara vera svona dúðuð veturinn, vön að hlaupa bara léttklædd. Og ég fór í skóla og það var Melaskóli. Það var margt alveg rosalega nýtt. Mér finnst ég bara muni þetta eins og þetta hafi ekki verið fyrir 40 árum síðan. En hérna, eitt af því sem var gert í Melaskóla var að skólahjúkrunarfræðingurinn kom inn með svona risavaxnar tennur og bursta og demonstreraði hvernig ætti að bursta þessar tennur og svo voru við látin bursta öll í takt þarna á skólastofunni og svo var svona flúorskólinn og mér fannst þetta mjög skrítið því þetta hefði sko ekki verið svona í Eyðimörkinni. Þetta var sko bara alveg mjög ólíkt því. Bara mamma og pabbi þau kennt mér að bursta tennurnar þar og mér skildi ekki akkur að þurfti að gera þetta fyrir svona marga og allir einu og einhver svona. Og svo fór ég að hugsa þetta hlyti að vera eitthvað alveg ótrúlega mikilvægt. Og núna náttúrulega vitum við að þarna var verið að reyna að fyrirbyggja tannskemmdir og efla tannheilsu íslenskra barna. Og núna vitum við líka núna í dag að það mjög mikið hægt að gera til að ala upp heilbrigðari þjóð með góða geðheilsu. Nokkuð sem við vissum ekki fyrir 10-20 árum. En rannsóknir hafa bent okkur á í ríkara mæli að það að fyrirbyggja gríðarlega mikið af þjáningum. Og það ekki einhvers virði? Við höfum fókuserað mjög mikið og mjög vel á að veita geðheilbrigðisþjónustu, en við áttum okkur núna á að þetta samvinna okkar allra og það að fyrirbyggja. Nei, ég mótmæli þessum 5 mínútum. Ég skal fara, þetta uppáhaldsparturinn minn, en hérna, geðræktarforvarnir heitir þessi partur. Ég skal þá reyna að vera mjög fljóta að tala og kannski tala eins og Texas uppáhaldshaldari, alveg óskiljanlega og mjög hratt, en hérna ég skal reyna að gera það ekki. Hérna talað að sett verið á fót þverfagleg teymi í nærumhverfi til að sinna fræðslu, þjálfun, ráðgjöf og stuðningi við foreldra og fjölskyldur og þetta hangir svolítið á einum, þannig þetta hefur aðeins fyrir í bið, en á móti kemur, það hefur verið mjög mikið gert sem styður við þessar aðgerðir og þarna nefni ég bara nokkur af þeim verkefnum sem styðja við akkurat þetta. Mikil og góð vinna víðsvegar land sem stuðlar að þessu. Geðrækt í skólum. Þetta alveg afskaplega spennandi starfshópur sem ég fengi að fylgjast með og þau eru komin mjög langt á veg með alveg hreint glimrandi árangri og þetta verður ansi hreint mikilvægt og stórt. Eins og við vorum að tala toppfundin áðan sem verður í mars. Þarna verið að fókusera á geðræktina í skólanum, á öllum skólastigum. Og það fullt af stuðningi við þessa aðgerð. Til dæmis heilbrigðisráðherra og mennta- og menningarmálaráðherra sérstaklega fókusera núna og hafa síðan í vor á framhaldsskólanema og þeirra geðheilbrigði. Takið eftir hvernig ég tala mikið geðheilbrigði í staðinn fyrir geðraskanir. Það ástæða fyrir því. Við ætlum að efla geðheilbrigði. Það fullt gott að gerast hér. Og svo ekki síst stýrihópur menntun fyrir alla sem búin að fara hringferð landið og leiða að borðinu skólakerfið, heilsugæsluna,
pólitíkina, stjórnsýsluna til að skoða hvernig við getum best unnið að menntun fyrir alla og þar kemur geðræktin mikið inn. Þessi aðgerð hér að skima verði fyrir kvíða, depurð og þunglindi og áhrifum áfalla meðal barna og veittur viðeigandi stuðningur hefur verið leitt að Reykjavíkurborg og Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. En svo kom upp spurning varðandi persónuvernd og það þurfti að skoða það nánar en þetta starf hefur farið aftur af stað. Og ég vænti þess að þetta verði mjög áhugavert. En þarna erum við að tala að grípa inn sem fyrst, ná þeim sem fyrst. Ef það einhver vandi til staðar að setja grípa fyrst og sem fyrst og veita viðeigandi meðferð. Og það gríðarlegur stuðningur við þessa aðgerð með mörgum öðrum aðgerðum. Á hvað er marga mínútur núna? 2, 1, 2. Þetta er spennandi verkefni með sjálfsvígsforvarnir. Það búið að skila aðgerðaáætlun og ráðherra er búin að veita fé í þessa aðgerð. Og það er verkefnastjóri hjá embætti landlæknis sem halda utan þetta fyrst sinn. Þetta er líka partur af langtímaplani, margar aðgerðir þar og þessar aðgerðir fara inn í lýðheilsustefnuna og geðheilbrigðisstefnuna. Og síðast en alls ekki síst, nokkuð sem að gleði mig að hafi dregið úr síðan að ég kom heim úr námi, að það eru 2 starfshópar sem hafa verið nýlega settir af stað sem fjalla akkurat þetta, að minnka fordóma gagnvart fólki með geðraskanir og líka svo að leiðbeina fjölmiðlum varðandi umfjöllun geðraskanir. Og þá sérstaklega kannski langar mig að nefna eins og umfjöllun sjálfsvíg. Það er vitað að sjálfsvíg geta verið smitandi, það er ef að það er sagt frá sjálfsvígum á ákveðin hátt sem að upphefur þau og dramatiserar að þá hefur það kannski þau áhrif á annað fólk að þeim finnist ekki annar úrlausna von en að taka sitt eigið líf og það þarf að Bretar hafa gefið út leiðbeiningar og fleiri lönd að ég held varðandi fjölmiðla umfjöllun sjálfsvíg og þetta er eitthvað sem við þurfum að skoða og vera betri í. Við þurfum raunverulega að æfa okkur hvernig við tölum geðheilbrigðismál yfir höfuð til þess að auka ekki á vanlíðan þeirra sem glíma við þau. Þetta er komið og hér er aðgerð sem þið ættu að kannast vel við í Öryrkjabandalaginu sem að er verið að skoða, það hafa verið hindranir þarna á veginum en það verður að reyna að leysa úr því og það er fullt af verkefni samt sem styðja við þessa aðgerð eins og Bataskóli Íslands á vegum Geðhjálpar Reykjavíkurborgar og Vinnumálastofnun er með ýmis verkefni og úrræði og svo má ekki gleyma virkni úrræðum frjálsra félagasamtaka sem eru gríðarlega mikilvæg og hjálpa manni að standa aftur á fætur. Nú er ég alveg að klára. Já. Ok, hvað hefur við lært og hvert stefnum við? Kannski vegna þess að ég er sálfræðingur þá lít ég á þegar ég skoða svona sögu geðheilbrigðismála í heiminum og Íslandi að við séum stödd í þroskasögu. Við erum að þroskast, við erum að verða betri í alls konar hluti og við erum að læra af mistökum okkar og gera betur. Við erum kannski á unglingsárunum einhver stað stödd núna. Við erum búin að prófa alls konar brjálaða hluti og taka áhættur og upplifa sigra og hjartasorg og vonbrigði. En núna kannski förum við inn í þennan næsta kafla hjá okkur af meiri yfirvegun og þroska. Við höfum nefnilega sameiginlega markmið, það ekki? Betri geðheilsa allra. Einfalt. Er einhver hérna sem segir nei, ég vil bara ekki sjá betri geðheilsu Íslendinga? Punktur. Þú farið bara að hlæja. Já, þetta er nefnilega fáránlegt. Þess vegna erum við öll sammála það. Við erum nefnilega saman í liði. Ég sé okkur svolítið eins og íþróttalið. Við erum með mismunandi hlutverk. Sumir eru í vörn, aðrir í sókn, sumir í marki, sumir eru þjálfarar, sumir eru sjúkraþjálfarar og alls konar. Við erum öll með mismunandi hlutverk en við höfum sameiginlegt markmið og það er að okkur gangi vel. Ekki satt? Já, sko. Þannig að við þurfum að æfa okkur eins og önnur lið, þurfum við að æfa okkur í að vinna saman. Og við erum bara ekki góð í því, svo við séum bara heiðarleg. Við erum ekki góð í að vinna saman. Og við þurfum bara hreinlega að verða betri. Og alveg eins og íþróttalið, hvað gera þau? Þau æfa sig alltaf að vinna saman, þau fara á æfingar og æfa sig. Og það þurfum við að gera betur. Og þegar við horfum til framtíðina núna eins og ráðherra var að tala nýja framtíðastefnu og þessi notendasamráð sem við ætlum að setja. Og þarna eru tækifæri fyrir okkur til að verða betra lið, læra betur, að vinna saman. Og ég er ekki að tala einhvern fagnaði fundi og allir hamingjusamir og svoleiðis. Nei. Við þurfum að rýna til gagns. En við þurfum að vera heiðarleg og við þurfum að hugsa þetta sameiginlega markmið okkar. Er það ekki?
Og því segi ég það nóg verkefnum. Hver á að leysa? Nú við gerum það saman. Takk fyrir.